Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra. Velkomin í 24/7. Takk fyrir það. Ég bara að skella mig bara í það. Ég bara klár. Ekki? Jú, bara svo hraðaspurningar í getur betur. Já, þetta svona, ég segi oft að þetta séu svona heimspeki sálfræðilegar hraðaspurningar, þannig að fólk var ekki að drífa sig að svara, sko, en bara svona fá tala einhverja hluti sem... Fá dýptina. Já, fá smá dýpt, sko. Þannig að mér langar að byrja bara á, hver þín saga? Svona persónuleg saga. Ég er bara svona venjulegu fjölskyldumaður í dag, sko. Mín saga ég fæddur hérna í Reykjavík og fluttist síðan, eða sem sagt, foreldrar mín eru bæði úr Dalasýslu og ég ólst þar upp fyrstu 5 árin og þá skildu foreldrar mínir og ég fluttist með mömmu til Reykjavíkur. Í framhald af því bjó ég með henni ásamt eldri systur minni, hálfsystur. Bjó ég með henni hérna í Reykjavík og Kópavogi, Suðurlandi, Noregi og hún flutti mjög mikið á milli staða og hérna var svona, já, kannski var talsverð óregla á heimilinu, áfengisvandi og geðrænn vandi, þannig að maður hefur svona upplifað eitt og annað og þegar ég var síðan í 8. bekk þá þá eiginlega fekk ég svona nóg af því og þá bjó ég einn með henni í Noregi og vorum búin að flakka svolítið á milli staða þar og þá ákvað ég að flytja til pappa í sveitina, í Dalina og kláraði þar 10. bekkin minn, eða semst var þar í 3 ár en náði semst grunnskólagöngunni var í 8 grunnskólum í grunnskólagöngunni og þar af 3 ár í þessum seinasta, þannig að þú svo getur reiknað út hina 7. Já, ok, wow. Þannig að þetta var mikið flakk og þvælingur og svona bara, já, svona krefjandi á köflum og síðan þegar ég flutti í Dalina og þá kláraði grunnskólan þar, kom síðan suður og fór í fjölbraut í Ármúla, kláraði það reyndar ekki, fór svo í skóla á Hvanneyri, í búfræðinám og svo búvísindi þar sem svona raungreinanám, 3 ára raungreinanám. Kynntist konunni minni þar, Sunna Birna Helgadóttir, hún hérna úr Reykjavík og hún var líka í námi þar, var mikið í hestum þá og við eignuðumst okkar elstu dóttur, fyrsta barnið okkar, þau vorum að ljúka nám á Hvanneyri, hún fædd 2006, eigum 3 börn í dag, 3 stelpur og sem sagt eina í 10. bekk, eina í 8. bekk og eina sem var að byrja núna í 6 ára bekk. Og síðan bara fljótlega eftir ég kláraði þarna á Hvanneyri þá svona fyrir tilviljun endaði ég í stjórnmálum og hafði mikinn áhuga á öllum félagsmálum, var alltaf í öllum félagsmálum og félagsstarfi og öllu slíku og svona fyrir tilviljun, já, eiginlega fór hún á þing og ílengdist í því og hætti reyndar á þingi 2016 og ætlaði ekkert að koma aftur og allavega ekki fyrir, ég sagði við þegar ég hætti að ég ætlaði að koma aftur til 20 ára og vera samt með yngstu mönnum og svo lifði svo ríkisstjórn bara í ár sem var þá og þá myndaðist svona hálfpartin áskorun á mig að fara aftur og ég gerði það 2017 og er búin að vera ráðherra núna í 4 ár, sko, þannig að þetta já, þetta er svona mín saga og í gegnum þetta allt saman hef ég líka verið að svona, já, hvað ég segja ég hef svona verið að finna sjálf á mig svolítið og sérstaklega svona síðustu 5-6 árin finnst mér ég hafa verið að finna sjálf á mig meira heldur en ég gerði áður. Ég svona keyrði mig alltaf svolítið bara áfram, var með fullt af svona hlutum úr æskunni sem ég hefði kannski ekki horfst í augu við eða unnið úr og finnst það núna svona ég vera á betri stað en það svona, þetta eilíða ferðalag eins og þetta lífi allir dagar, það alltaf mánudagur og föstudagur. Já, ok, þannig að svolítið svona æskan hefur kannski mótað fyrir því hverju þú ert að berjast fyrir í dag og tala mikið að gefa tala mikið að skapa bara góðar aðstæður fyrir fjölskyldur og börn sérstaklega til þess að þau fái umhverfisaðstæður til þess að bara blómstra í lífinu eða að ná velfarnaði í lífinu, eða ekki? Jú, það má kannski segja, sko, þú veist, ég einn af þeim bara sem var alltaf bara með svolítið svona skjöld gagvart bara mínum bakgrunni, minni fjölskyldusögu, þú veist, og ég held að sé svolítið eðl okkar bara í lífinu, við myndum svolítið Brynju, gagvart
til þess að verja okkur sjálf, sko. Og svo finnur maður að þú ert ekki þú sjálfur þegar þú ert með þennan skjöld og það og síðan þegar ég varð ráðherra eða sem sagt bauðst að verða ráðherra fyrir í upphafi þessa kjörtímabils félags- og jafnréttismálaráðherra þá í rauninni var ég ákveðin í því að ég ætlaði að leggja áherslu á málefni barna. Ég þorði nú reyndar ekki á þeim tíma sko að segja mínu formanni frá því af því ég var svona smeykur og honum fyndist það eitthvað hálfasnalegt og og þetta væri ekki hafði enginn gert þetta sko leggja bara áherslu á málefni barna en ég fann einhvern veginn svo bara þegar ég kom inn í ráðuneytið og fór svona bara ég byrjaði á því að taka fundi með öllum einstaklingu sem vildu ræða eitthvað sem tengdist málefnum barna og barnavernd og öðru slíku bara dyrnastand opnar ráðuneytinu og við bara vegna þess að mér langaði til þess að skilja stöðu fólks, skilja þú veist, akkur eru hlutirnir svona akkur fólk að rekast á veggi í kerfinu, af hverju staðan svona eða hinsegin og besta leiðin til þess bara að heyra sögurnar af, þú veist, frá venjulegu fólki sem að upplifa það. Og þá fann ég einhvern veginn svona bara jafnt og þétt að þetta svona tósaði meir í mig sko og mér leið vel að vinna í þessu sko og leið var ég svolítið svona að tengja við allt sem fólki sagði sko, kemur einhver inn og segir já ég nú bara staðan svona vegna þess að þetta og þetta og þetta gerðist og þá gæti ég alltaf tengt við eitthvað úr mínum bakgrunni sko og þá hefði ég aldrei getað rætt þessi mál eins og ég að gera hérna núna sko, skilur, þá var ég bara nýlega fann að geta rætt þetta í sjálfu sér svona opinskátt við konuna mína sko, skilur, og þá voru þó við búin að vera saman í talsveit langa tíma því ég var alltaf með hennar skjöld sko og svo bara eftir því sem maður eldir þetta meira þá finnum maður bara einhvern veginn að maður að finna sig meira og svo förum við að búa til í rauninni, svo fer þetta skila árangur, við förum að sjá frumvörp fæðast og ég eldi þetta bara og það er eiginlega svona saga kjörtímabilsins og það er ekki fyrir svona mitt kjörtímabil eða svona fyrir 2 árum sem að ég fyrst svona gæti hugsa mér að fara að tala þessi mál sko og svona opinskátt og það er ótrúlega góð tilfinning sko, maður verður einhvern veginn, mann líður mjög betur á eftir sko og fyrir utan það, maður finnur líka að það er svo skrítið, ég meina, þú veist, ég er alveg upp við alkohólisma, ekki mikla tekjur á heimili, mikla flutninga, geðræn vandamál á heimili og þú veist, skilnað og bara alls konar sko og það er svo skrítið að þetta er bara í öllum fjölskyldum sko með einum eða öðrum hætti, eitthvað af svona áskorunum, ef það er ekki í nánustu fjölskyldu, þá er það hjá einhverju sem er nákominn og það hefur svona, finnst mér alltaf mikið tabú hjá fólki að ræða þetta vegna þess að styrkurinn er að geta rætt þetta, það er líka styrkurinn í því að láta sjálfum sér líða vel og það fann ég eftir ég fór í viðtal í Morgunblaðinu þetta, svona mín æsku að það var bara alls konar fólk að koma til mín sko, þú veist, bæði þjóðþekktir einstaklingar og svo bara venjulegt fólk sko, skilur sem sendum bara tölvupóst og skilaboð og svo bara ég tók flesta þessa fundi sko, skilur, það var eitthvað að mér langar svo að hitta þið að því að ég var að hlusta og þú veist, og þá finnum maður sko hvað sko samtal og umræða gerir mikið og hvað í rauninni áföll hjá fólki vegna þess að við erum öll að lenda í áföllum alltaf sko, þú veist, lífið það er bara misjafnt hvernig við tökumst á við og getum gert það hvað í rauninni opið samtal þessa hluti skiptir miklu máli og þá fer maður ósjálfrátt að hugsa og það var hugsunin mín með þessum breytingum sem við höfum verið að gera í málefnum barna núna hvernig getur samfélagi tekið betur utan einstaklinga og fyrst börn sko, sem lenda í áföllum. Hvernig getur við vitum að, þú veist, við vitum, og þetta þurfi ekki alltaf að vera eitthvað svona alveg eitthvað svona rísa trámaða sögur. Það er bara til dæmis mjög mikið áfall fyrir barn þegar foreldrar að skilja sko. Já, nákvæmlega. Skilur, og það er bara erfitt fyrir börn að prósessa það, hvernig þau halda á því og því að það er erfitt fyrir foreldrarna líka og fyrir barnið. Og þá skiptir máli hvernig samfélagi tekur utan þetta. Hvernig getum við aðstoða til dæmis fjölskyldur sem eru að skilja við það að barnið fari sem best út úr því. Já, nákvæmlega. Og þetta er bara eitt dæmi.
og svona getum við búið til sterkara samfélag og þetta bara eitthvað sem tósar alltaf meir og meir í mig sko. Þú veist, nú kem ég úr svona sveita bakgrunni sko og ég hef stundum sagt að það alveg hægt að tósa í mig. Jú, mér finnst þú veist, þetta bara eitthvað sem ég finn að að tósa svo sterkt í mig og finna að svona ég get gert tilgang þarna og þetta fær mig líka til þess að líða vel sko og leið ég að skilja sjálf mig alltaf betur dag frá degi sko. Þannig að þetta mjög skemmtilegt ferðalag búið að vera þessi 4 ár. Já. Svona persónlega sko. Og óháð pólitíkinni. Já, það var búin að læra mikið af þessu. Ég tengi svo mikið við þetta sko og sem við talar að við byggjum upp skjöldin sko og við erum alltaf með skjöldin þegar við erum að alast upp og við erum að verja okkur, skilur mig en síðan verkefnið þegar við erum orðin eldri og eldri, trúi ég, það að leggja niður skjöldin og það að berskjalda sig og það sem maður að gangi í gegnum eða bara lífið og alls konar, sína tilfinningar því að þú veist, þá tengi fólk við mann, því að þú veist, maður heldur að fólk sé ekki að gangi í gegnum einhverja sambærilega hluti eða eitthvað svoleiðis, en síðan þegar maður berskjaldaði eins og þú gerir í Morgunblaðinu, skilur mig, þá eru hellinga fólki sem tengja við það sem hafa kannski aldrei opnað sig það eða talað það eða og ég held að það sé svo mikill styrkur að geta berskjaldað sig, ég held að það sé raunverulegt hugrekki sko. Og maður finnur það samt ótrúlega erfitt að gera það sko. Ótrúlega erfitt. Og það líka erfitt að viðhalda því. Það sko, þú veist, eða skilur að því að við höfum alltaf sjálfkrafa svona hálfpartin tilhneigingu til þess að draga upp skjöldin sko og verja okkur en ég algjörlega sammálaður sko að það ef að við þú veist, og þetta finnst mér samfélaginu vanta sko, mér finnst ekki vanta, mér finnst við þurfum að auka þetta í okkar samfélagi að við getum bara að tala svona og mér finnst að stjórnmálin að gera, mér finnst að þú veist, ég finn það bara sem dæmi sko, þú veist, ég hef verið að fara í svett með Tolla og hann með svona hóp sem að eru svona strákar sem að strákar og stelpur sem að hafa sem að hafa svona lent út á braut í lífinu skulum við segja, þetta eru einstaklingar sem eru fyrirverandi fangar og svo framvegis og ég fari líka með honum í Krísuvík þar sem einstaklingar eru í meðferð og maður finnur einhvern veginn að þegar að þú sko nærð samtali þar sem að fólk losar innan skjöld sko, þú veist og bara strípar sig í rauninni sko að þá verður svo miklu styttra á milli manna sko að því að við erum öll að glíma við allt það sama bara í mismiklu magni sko. Þú veist, það enginn úti í þessum heimi sem ekki að glíma við það að einhvern tímann á morgnana get ekki farið fram úr sko. Það enginn sem ekki að glíma við það að hafa tekið andlega niðursveiflur, skilur. Auðvitað þetta mismikið sko, þú veist og mér finnst samfélagsmiðlarnir þeir eru auðvitað að draga upp svolítið ranga mynd af því hvernig okkur líður líka og mínir samfélagsmiðlar ekkert öðruvísi með það, skilur. Maður oft á tíðum að taka af sér myndir og myndbönd og eitthvað svona sem voru í stuði en lífið ekkert alltaf svona sko og við þurfum einhvern veginn að gera miklu meira af því að ýta undir svona og þetta held ég sé eitthvað sem kerfið eigi líka ýta undir sko og þú veist og þess vegna hef ég núna verið að á þessu kjörtímabili hef ég líka verið að fókusera á allavega félagsmálaráðuneyti hefur verið svona að styðja mjög mikið við alls kyns svona lágþröskulda úrræði á félagslegum grunni sem eru ekki svona kerfislæg, ekki inn í heilsugæslunni eða inn í félagsþjónustunni. Bara svona eins og þú veist, ég veit ekki hvort þú hefur heyrt hugarafl, við vorum að gera samningur við Píeta-samtökin, við erum með Bergið Headspace sem svona lágþröskuld, skilur, það sem þú ert meira að vinna með svona ég veit ekki, svona hennan andlega þátt á jafningjagrunni og svona á mannlegan máta, sko, ef þú skilur hvað ég að fara, sko. Þannig að mér finnst samfélagið þurfa að taka enn stærri skref í þessa veruna og þá held ég að vellíðan muni aukast og þá held ég líka að sko hagvöxtur muni aukast og vegna þess að ég meina, þú værir ekki að vinna podcast hér ef þið liðir hræðilega, sko, skilurðu? Grunnurinn undir því að við sköpum og séum að gera hluti að okkur líði vel, með okkur sjálf, með umhverfið okkar, með, þú veist, allt þetta og lykillinn að því að komast þangað einhvern veginn að opna sig meira, eða það mín reynsla, nú, þú veist, þetta allt fullt af alhæfingum, ég bara að tala út frá mér, sko,
að opna sig meira, vera opnari og svolítið berskjalda sig og bara reyna að koma einhvern veginn til dyrana eins og úr klæddur, sko. Þú veist, þetta er það sem ég hef lært á þessum síðustu 4 árum, vegna þess að fyrir þann tíma var ég ekkert alltaf að koma til dyrana eins og ég klæddur, sko. Nei, og það er svo erfitt. Já, allavega verður erfiðar og erfiðara, sko. Já, og sko eitt með það, og þegar þú berskjaldar þig, að þá finnur þú styrkin til að yfirstíga það, skilur mig. Þegar þú ert búin að berskjalda það, skilur, sem er ógeðslega óþægilegt náttúrulega, og getur verið mjög krefjandi að horfast augu við og bara tjá sig. Berskjaldin er sko skilgreining á berskjaldin sé tilfinningin sem þú finnur fyrir ef það er einhver óvissa, þú ert að taka einhver áhættu eða þú ert að berskjalda einhvern veginn tilfinningalega. Og þetta er eitthvað sem er bara svo mannlegt, sko. Þetta er það, sko. Og er líka bara einhvern veginn, þú veist, það er einhvern veginn það erfiðasta sem þú gerir í lífun er að reyna að finna út hvað þú vilt gera. Við erum alltaf að því, sko, þú veist, og það er hérna, og þetta er bara spurning sem ég spyr mig alltaf að, sko, hvað er ég að gera það sem ég vil gera? Er ég að, þú veist, og svona verið, og fyrir þessi 4 ára, þá var ég ofta ekkert að gera það sem ég vildi gera, sko, skilurðu, þú veist, en lykillinn að því að elta sjálfan sig, eða vita hvert maður vill fara, er að reyna átt að segja því hvert vill hjartað fara, sko, skilurðu, og eina leiðin til þess að komast að því, er einhvern veginn að berskjalda sig, sko. Nú erum við komin til mjög heimspekilegar umræður, sko, en það finnst mér allavega, þú veist, það er hérna, og ég segi bara svo, ég finn það núna með sjálfa mig, sko, mig langar mest af öllu til þess að vinna áfram í þessum málum og það er eiginlega alveg sama hvort að það er, skiluru, hvort að það, þú veist, mig langar til þess að vera ráðherra áfram, en það er alveg sama hvort að það væri í formi ráðherraembættis eða einhverju öðru, þú veist, ég fór daginn í Hlaðgerðarkot sem er hérna fíknimeðferð sem er hérna svona langtíma fíknimeðferð og satt þar með strákum, einhverjum 5-6 strákum bara á mínum aldri og okkar aldri, ég er nú, svona einhvers þar svona á bilinu, einhvers þar á milli okkar í aldri, er það ekki, hljómar það ekki betur og hérna og þeir voru bara ræðum sína æsku og sín áföll og hvernig þeir höfðu unnið úr þeim og þeir höfðu farið gegnum ákveð prógram upp í Hlaðgerðarkoti og við vorum bara að spjalla þetta og þetta gaf mér mjög mikið og ég finn að þarna, einhvers staðar á þessari hillu þá langar mig til þess að vera, sko. Svo getur þú gert þá með ýmsum hætti, sko, skilurðu, þú veist, þetta er eins og einhver með íþróttabakgrunn þú getur fengið, þú getur vikkað hann eða eldan í hvað átt sem er, sko, og ég finn að þarna er ég ánæður og hérna, og það er það sem mér langar til þess að elda áfram og það er það sem ég ætla að elda áfram en það er búið að taka mig, það tók mig 35 ára að finna það út, sko, og svo getur þetta auðvitað breyst líka, það er nefnilega góða við hjarta, sko. Það er ekki, þú veist, og það er það sem við líka leif okkur og það finnst mér alveg magnað að sjá ungt fólk í dag vegna þess að hér áður fyrr kynslóðina sem voru undan okkur þú þú byrjaði bara þú fóst í þína menntun, byggðir þitt hús bjóst í þínu hverfi, varst í þinni vinnu og ekkert athvörtu það fyrir þá sem vilja það, sko, skilurðu en maður sér bara hvernig unga kynslóðin í dag hún vill njóta lífsins meira, hún vill prófa hluti, hún vill þú veist hún vill þroskast og prófa nýja hluti og þetta verður, sko, þeir einstaklingar sem að ná að þroska þetta með sér, ég held að það verði þeir sem fari í gegnum lífið miklu sáttari, sko, skilurðu, það er allavega mín tilfinning, sko, en þetta er svona þetta eilífa ferðalag, sko. Algjörlega, fattu hvað maður vill gera og það sem maður svona finnur að það er eitthvað sem dregur forvitnum hans á þann stað og að samaskapi ekki vera fastur á einhver einu því að þú veist, lífið breytist ógnarhraða, þú breytist ógnarhraða, þannig að þú verður að endurhugsa á að til bara eins og þú ert að gera, er ég að gera réttu hlutina, þú veist, ég las hérna bók sem heitir Think Again eftir Adam Grant, frábær bók, sko, hann talar um að taka bara háls ás fresti, bara endurhugsa allt, bara allar venjur, hvað ég trú á, viðhorfur mín, gildi mín, hvað er að gera. Gefa sér tíma í að kjarna það, sko. Gefa sér tíma bara aðeins og ok, þá bara fórst einhvern veginn, þannig verður maður held ég að hlusta á sjálfa sig og hvert, eins og þú talar hjartað á hann, sko, og þá að ef hjartaðið er einhvers annan staðar en á þeim stað sem þú ert að gera, að þá hugsaðlega hafa hugrekki til að elta það.
Þetta allt svona, þetta rosa flókið. Þetta nefnilega flókið, sko. En þetta er það skemmtilega við lífið og þú veist, og ég fór í gegnum þetta núna bara í aðdraganda þessara kosninga, bara svo ég takk í dæmi, að þú veist, ég var í framboði í Norðvesturkjördæmi, þar sem að minn flokkur, Framsókn, hefur verið bara sterkasta kjördæmi ever og þú veist, bara var í oddvitasæti þar og fyrir dyrum auðvitað, þú veist, þegar þú ert í framboði í landsbyðinni, þá þarf að leggja áherslu á landbúnað og sjávarútveg og samgöngur og svona, skilur, það eru ólík mál, sko. Mér langaði til þess að koma í framboð hérna í Reykjavík vegna sem mér langaði til þess að leggja áherslu á þessi mál sem við erum að tala um hérna, félagslegu málin, málefni barna, hvernig við getum valdelt hópa og svo framvegis og til þess að gera það þurfti ég að taka hennar séns, sko, að fara í framboð hér en leið finn ég alveg og ég ræddi þetta við góðan vinn minn og hann sagði þetta getur ekkert farið illa hjá þér. Þú ert svo sáttur við sjálfa þig eins og þú ert núna að jafnvel þó þessar kosningar fara illa og þú veist þá skiptir það engu að því að þú ert sáttur, sko. Og þér líður vel með að elta þetta. Þú þarft ekkert endilega að gera það inn á alþingi eða í ríkisstjórn eða skilurðu. Og þetta er svolítið, þú veist, þannig að maður er að fara í gegnum þetta alltaf dag frá degi og þetta er það sem er svo skemmtilegt í lífið og ég held að margir, mín tilfinning og það er auðvitað út frá minni reynslu, sko, margir hafa verið að fara á mis við þetta í lífinu að því að þeir eru að gefa sér að þeir vilji gera eitthvað ákveðið, sko. Skilur hvað við, þú veist, og maður er alltaf, ég er bara að gera þetta og þetta er svona, en þú veist, það gefur svo mikið að prófa eitthvað nýtt og það gefur svo mikið að fara út fyrir þægindaramman að því að þú veist ekki þú veist ekki alltaf hvað hjarta vill, sko. Nei, nákvæmlega. Þú veist, og þú getur eiginlega ekki gert það nema að prófa within svona reasonable við innan allra skynsemismarka, sko. Þannig að þetta er, mér finnst ég vera svona hafa orðið svona, þetta er maður svona verða svona heimspekilegri, sko. Já, og ég held, sko, þú veist að koma að góða punktana sem ég tala stundum sko, að fólk haldi stundum að ástríðan, maður grípir mann, að kom bara allt í einu, getur maður þannig, bara allt í einu fattar bara, heyrðu, þetta ætla ég að gera. En það bendur ímislegt til þess að þú þróir hana, skilurðu, að þú þess vegna er svo mikilvægt að prófa eitthvað nýtt og að fara inn í eitthvað og skoða, er eitthvað sem er að grípa mig hana? Já. Að því, þú veist, það er svona, það er ekkert svona, þetta er náttúrulega bara ákveðin vinna, en það er margt sem bendur til þess að, og þá grípuðu eitthvað eins og er að grípa þig núna á síðustu árin og þá ertu að færast þig þá átt og þá ertu bara alltaf það. Og svo veit ég ekkert hvað gerist eftir það og það er kostur við lífið, sko. Já, nákvæmlega. Þetta er bara svona eins og þegar krakkar byrja í íþróttum, að tala um að prófa nokkra íþróttagreinar, sko. Já, nákvæmlega. Þú veist, og svo, já, þetta er spennandi, svo prófaðu eitthvað annað. Þú veist, lífið er ekkert öðruvísi, sko. Við erum ekkert öðruvísi, þó við séum orðin fullorðin, þá þurfum við áfram til þess að staðnika sem einstaklingar inn í okkur, sko. Algjörlega. Ég man þegar ég var, sko, það er ekkert langt síðan, ég var að lesa í fyrst skipti einhverja bók. Ég vissi ekki að ég var hægt að kaupa bók til að lesa og maður gæti lært á henni inn í lífið. Ég vissi það ekki, það var bara árið, sko, þú veist, ég var þegar ég var, sko, það var bara þegar ég var í BS í sálfræðináminu minni, sko. Þú veist, ég vissi ekki að, þú veist, að maður gæti, það væri bara til hellingur af einhverju bóku sem maður gæti lesið, ekki bara námsbækur sem maður gæti þá bara einhver heimur fyrir mig, já, ok. Þetta er bara hægt, þannig að svo við höfum líka að opna þessa möguleika fyrir fólk, sko. Og það er það sem að lífið snýst um, sko. Talandi um bækur, hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærður af henni? Ég er alveg ótrúlega lítill bókamaður og ég hef alltaf verið svona, ég held ég sé nú einhver staðar svona á ADHD-rófi, sko, og ekki það ég hafi farið í greiningar og á erfitt með að einbeita mér þegar að kemur að lestri og það er engin svona, þú veist, það er engin ein bók sem hefur haft áhrif á mig en vegna þess að ég hef bara almennt ekki verið mikill svona bókamaður en mér finnst hins vegar, sko, að því varst að tala um bækur, ég get ef maður fer til dæmis, ef maður hefur farið til London eða fer til erlendra borga og sest inn á þessi bókakaffi þar og fer að grípa einhverjar af þessum sjálfstyrkingabókum sem þú ert að tala um, sem eru skrifaðar um allt mögulegt, þá get ég stundum fest í þeim, en heilt yfir er ég bara ekki mikill bókamaður, stundum hef ég dottið inn í eitthvað svona Arnaldsbækur eða eitthvað svolítið sem jólin og þá er ég svona með svona semi-mani og þá bara les ég hana þangað til hún er búin, sko. Já. Þú veist, svo les ég kannski bara aftur eftir 8 mánuði. Já. Þannig að, og þetta er ekki af einhverju áhugaleysi gagnvart menningu eða eitthvað, ég næ bara einhvern veginn ekki að fókusera, sko. Þannig að
þannig að það er engin ein bók sem að hefur haft mest áhrif á mig. Ok, þá höldum við bara áfram. Þá höldum við áfram. Hvað hélstu einu sinni að væri satt sem úr öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurfti að aflæra? Já, mér finnst það bara aðalega að vera, ég hélt einu sinni að bara lífið snerist aðra hluti, sko. Þú veist, ég hélt einu sinni að ég yrði ég yrði á kafi í landbúnaðarmálum allt mitt líf, sko, og það væri það sem ég ætti að gera, en nú finn ég að það er með öðrum hætti, sko. Þú veist, ég hélt einu sinni að það væri bara, maður fyrirfram ætti maður að gera ákveðna hluti, sko, en það er það sem ég hef svona breyst með. Þú veist, ég veit ekki hvað, ég held að sé eitthvað á þeim nótum, sko. Smá í línunni sem vorum að dansa á Já, svolítið, sko, en þú veist, þetta er svona, já, þannig að Ég held sér sérstaklega. og síðan hef ég líka aflæra, já, þú veist, ég veit ekki hvort að þetta tengist kannski beint, en þú veist, eitt sem að ég held einu sinni líka maður geti bara alltaf keyrt sig áfram á þess að skipuleggja sig og gerði það lengi vel, bara mjög kaotískt, og ég er svolítið kaotískur, sko, eðlisfari, þannig að ég hef þurft að taka mig svolítið á þar og fara að vera svona skipulagðari, sko. Það er alveg svolítið út fyrir komfortbóksið, sko. Og smá reglu í kaosið. Já, svolítið, sko, svolítið, þannig að já, og síðan ég get nú, já, bætt kannski við, ég hélt líka að maður ætti ekki að tala sjálfan sig út á við, og eiginlega ekki við neitt, sko, ekki einu sinni við magga sinn, og ég hef lært það, sko. Þannig að, já. Ýmsir hlutir sem við lært. Já, og maður er alltaf að læra, sko. Það er þú veist, og það er skemmtilegt, sko, ögra sér og læra, og það gefur mér alltaf meira og meira, sko. Mér fannst áhært, ég talaði nú við Þórdísi Kolbrún líka og hún leggur áherslu að vera hún sjálf, ekki aðgrina sig og pólitíkurinn. Mér finnst það svolítið, það heilla mig, og mér finnst ég upplega það sama hjá þér. Mér finnst það heilla mig og gera eitthvað svona mannleg og maður tengi við ykkur, og ég held að það heilli fólk. Já, ég held líka, sko, þú veist, bara, ég meina, þegar ég kem heim á daginn, að þá, sem ég hef ekki gert núna, síðustu vikuna, út af kosningu, og er lélegasti pabbi og eiginmaður í heimi núna þessar vikunar, en þú veist, þá fer ég úr þessum jakkafötum og ég fer í náttbuxur og krokkskó og labba í sund, sko. Þú veist, og ég bara hef alltaf verið þannig, sko, og mér, vegna þess að það mér finnst bara, við eigum ekki að reyna að vera einhver önnur en verum, og einu sinni var ég bara sveitastrákur, einu sinni var ég bara strákur sem enginn vissi hvað hét, og bara einn daginn þá verður einhver annar sem að skiptir stól við mig, og þú veist, og þá verð ég ekkit merkilegri fyrir það að hafa verið ráðherra, sko. Þú veist, og þetta er bara þú veist, þetta er það sem að þetta er líka bara eitthvað svona, mér finnst bara samfélagið að vera svona, þess vegna finnst mér svo gaman að fara í sund og gufu, að því að það er eini staðurinn í íslensku samfélagi þar sem er engin þjóðfélagsskipting, sko. Já. Þú labbar hún í heitapottin og þar situr, sko, bankastjórinn, þar situr verkamaðurinn, kennarinn, neminn, það situr allir þar, og það er allir að spjalla á jafningagrunni, svo fara allir út og allir inn í sín hlutverk, sko. Þú veist, og en ég bara, þú veist, ég passa mig, og ég er með nokkra vini mína sem að ég er búin að segja við, ef að ykkur finnst ég farin að vera merkilegri en þið, þá vil ég þið slá utanundir, sko. Af því að þú veist, af því að það við höfum tilhneigingu til þess að lendi í einhverju svona fílabinnsturnum, sko, og þá leið hættur að sjá lífið, eða skilur, þá leið hættur að sjá þá leið hættur þá tapar allir jarðtengingu, sko, skilur, og það er það sem að þú veist, það er bara það sem ég er bara mjög meðvitaður að ég ætla ekki að gera, sko.
Já. Þannig að, þú veist, bara alla daga ætla ég ekki að verða öðruvísi en allir hinnir og mér líður illa að vera öðruvísi en allir hinnir og ég bara ætla að vera þannig áfram, sko. Það er bara, það er það fyrsta sem ég ákvað þegar ég var ráðherra. Það var í fyrsta lagi ætla að hugsa málefnum barna og í öðru lagi ég ætla ekki að verða svona, þú veist, ráðherra með stóru R, sko. Já, og bóksaði inn í því að... Nei, bara enga veginn, sko. Þú veist, ég nota ráðherrabílstjórum minn miklu minni en aðrir og er bara bílalegu bíl á milli. Jú, hún skutla mér hérna í bænum og eitthvað svona, en þú veist, bara allt þetta, mér finnst þetta að vera bara, þú veist, ég meina, mér líður ekkert líði ég þegar einhver farin að stjórna dagbókinu minni, skilur, mér finnst þetta að vera eitthvað neginn, þetta er ekki comfort zone og ég ætla ekki að láta þetta verða comfort zone mitt, sko. Nei. Þú veist, þó maður þurfa að gera það upp á ákveðnu marki. Já, nákvæmlega, og ég held líka að, þú veist, að ég tengi svo grjótart við þetta, sko, að þessar skilgreiningar, að þú veist, og þú ert farin að skilgreina út frá ákveðnum hóp eða hvað gerir og svo framvegis, þá myndast þessi aðgreining eða eitthvað svoleiðis og mér er alltaf liðið illa ef ég á að fara í eitthvað box og einhver reyna að þrýsta mér í eitthvað box því að ég er í grunninn bara ég er bara Bergsveinn, ég er bara manneskja, ég er hérna miklu frekar bara vinnamennina og bara magi og eitthvað svona staðin fyrir að ég sé það sem ég geri af því að þú veist, ég var í fótbolta og það var ekkert vinsælt að borða bara plöntufæði fótbolta þegar ég byrjaði á því einhvern tímann og þetta var það út fyrir boxið, ég byrjaði að blogga andlega heilsu og svona, það langt fyrir boxið og örugglega langt á undan þinni samtíð það, sko. Já, og einhvern veginn hef ég aldrei, þú veist, ég hef aldrei viljað vera bara, svo núna í doktorsnám, ég vil ekkert vera einhver, allt í núna doktor og taka lífinu eitthvað alvanlega, ég er bara ég. Komin í svona jakka og með leður hérna á. Já, og bara hérna, bara svona í kassi, það er bara ekki þar og mér langar ekki að vera þar, mér langar bara að vera ég og síðan bara allt sem ég geri, það er bara afleiðing af því, sko. En það er líka, ég held, sko, að þeim mun fleiri sem eru svona, þeim mun umburðarlyndara verður samfélagið okkar. Já. Af því að það sem gerist leið og við förum að skilgreina okkur í einhverjum boxum, þá förum við ósjálfrátt að tala þá sem eru í hinum boxunum og þá ósjálfrátt myndast konflikt. Það var þeir óvinnir, já. Ég skilur, já, kannski ekki óvinnir eða, þú veist, það verður svona, þú veist, af því að ég held að við þurfum umburðarlynd samfélag og við eigum að vera umburðarlynd og besta leiðin til þess að vera umburðarlynd er að skilja sem flesta aðra í samfélaginu. Já. Þú veist, þetta er bara svo Animal Farm, sko. Já. Þetta er ekkert flóknara, sko, og við getum ekki skilið aðra nema að einhvern veginn allavega að, þú veist, umgangast á og tala við þá, sko. Já. Það er, þú veist, það er allavega grunnurinn, sko. Nákvæmlega. Þannig að, og maður sér þetta bara í öllri umræðu, þú veist, málefnum innflytjenda, málefnum á milli stjætta, málefnum á milli hverfa, þú veist, þetta er, og þú ert að tala fæðu, sko, skilur, maður heyrir hérna, ég meina, þú veist, ég er ekki grænmetis, eða vegan, en dóttir mín, hún er alveg hörðar, sko, hún er í 10. bekk og bara búin að vera í 2 ár og við bara stiðan í því og þú veist, og það er fyrir 10 árum, að þá hefði bara, þú veist, þá hefði bara verið sagt, heyrðu, bara ætlar þú ekki að gera eitthvað í þessum skilur, þú veist, og við þurfum bara að hafa skilning á því, við erum ekki öll eins, sko, við getum ekki sagt bara við viljum samfélag þar sem allir eru þeir sjálfir, en svo einhvern veginn erum við alltaf verið að steypa okkur inn í eitthvað form, sko, þú veist, ég hef engan áhuga því að vera eins og allir hinni, sko. Mér langar bara að vera ég, sko, og ég vil að þú sést þú og ég vil að þessi sé hann og að við séum bara við sjálf, sko. Af því að þegar við formum okkur í bóksinu, þá erum við ekki að hafa okkur út frá okkur sjálfum, þá erum við að hafa okkur út frá bóksunum, sko. Já, og þá skapar einstaklingurinn heldur ekki, og þá skapar samfélagið ekki, skilur þú veist. Því við þurfum sameiningu fjöldans í sköpunni. Já, og við þurfum fjölbreytileikan, sko, þú veist, þetta er bara eins og einhver, ef við hugsum bara samfélag, þú veist, það má ekki, það með ekki allir vera að gera alla sömu hlutin í samfélaginu, skilur, þá verðum við bara svo Charlie Chaplin hérna á færibandinu, sko, þú veist, og við þurfum innan fjölbreytileika og hann myndast ekki nema við ítum undir að fólk megi vera allavega hana, sko. Já, ég veit það, og maður orðað svo vel í sundlauginu, þú mæti bara og þetta er svo gott, það eru bara allavega sama hvað það eru að gera í lífinu, sama hvaða pólitísk konur að hafa og sama hvaða viðhorf, hvaða gildi, hvaða trú, allt þetta, þá ertu bara með manneskjum og ég svona sé ákveð minnstur hérna í samtölunum mínum oft talaði um að svona vandamál, eitt af stærsta vandamáli sem við stöndum frammi fyrir, það er þessi aðgreining, það er þessi hvað fólk er að skiptast í þessu hópa. Það er bara, og ég held þetta sé alveg ég held þetta sé alveg
þú veist, þetta þarf að vera eilíðarverkefni vegna þess að ég held að sjálfkrafa ef við erum ekki að passa þetta þá held ég að við sjúum svolítið inn í þetta þú veist, ég held að þetta sé bara ef þú skoða bara dýraríki sko þar skiptast dýrin í hjarðir sko, skilurðu þú veist, þannig að við þurfum alveg meðvitað að vera að vinna í þessu sem samfélag sko, alltaf sko og einstaklingar, skilurðu hvað er að fara Já, nákvæmlega þú veist, að því að það er hérna og það er svo gaman að sjá þegar þú situr saman ólíka hópa og þeir fara svo að segja já, hann er nú bara fín, já, hann er bara Já, þú veist, nákvæmlega og þetta sér manni í gufunni, maður er kannski spjalla við ykkur á svona, þú veist, og svo kemur ykkur inn og hérna þú veist, kemur ykkur inn sem er greinilega úr öðrum hóp innan gæsalappa svo fyrir hann að spjalla við einhvern annan og svona, við fyrir að spjalla og svo fyrir hann út og þá segir þessi sem að spjalla við, já, hann er nú bara ótrúlega fýtt þessi með við að, sko, svo kemur eitthvað, sko, þú veist, og þá ertu að sjá þessa díalóg verða til og þess að þennan hlut verða að skapast og það er svo, minnst það svo beautiful sko, þú veist, og að sitja í sundi og tala við túristana og segja maður sé ráðherra og þeir bara það er bara, þú veist, þetta er svo kemur ykkur og gefur manni 5 rétt á eftir sko, þú veist, þetta er og þetta er, að ég veit það ekki mér finnst þetta vera, ég hef aldrei hérna aldrei litið á mig vera eitthvað annað en eitthvað annar sko og hérna og það held ég að sé bara styrkur og ég ætla bara að gera allt sem ég get til þess að halda því, þannig að ef að þú einhvern tíðan finnur í þessi orðin svo leiðis, þá máttu bara hringi mig og slá mig utanmyndir sko. Já, grípið og lætið heyra líst vel á það, ég held þessi góður eiginlega líki. Hver er þín helsti vendupunktur sem eru upplegað lífandi þessa? Ég held að helsti vendupunkturinn minn í lífinu sko, það var náttúrulega minn helsti vendipunktur í lífinu var þegar ég kynntist konunni minni og hérna og ég hef stundum sagt að ég eiginlega skil ekki á köflum hvernig hún hefur getað búið með mér svona í seinni tíð sko, þá er það minn helsti vendi, það er kannski 3 vendipunktar. Fyrsti vendipunkturinn var þegar ég tók ákvörðun það þegar ég var í 8. bekk að flytja frá mömmu í Noregi til pappa, það var rosalega erfið ákvörðun og hérna og annar vendipunkturinn í mínu lífi var þegar ég kynntist konunni minni og hérna og var þessi hressigaur sem að var sko, þú veist, allt í öll í félagslífi og svo var ég náttúrulega bara alveg bara eins og lokuð og læst bók sko og var búin að vera þannig að ef eitthvað kom nálægt mér of nálægt þá bara hrinti ég honum frá sko og hún einhvern veginn með ég bara skil ekki hvernig að hún gat hérna unnið í því að vera með mér á þessum árum og það held ég að hafi haft alveg ótrúlega áhrif á það að ég svona, þú veist, fór að treysta og fór að hérna treysta einhverju fyrir sjálfum mér og það tók alveg tíma. Og svo 3. vendipunkturinn held ég hafa orðið þegar eftir ég varð ráðherra og að það hefur hérna gefið mér alveg svakalega mikið sko og ekki þá pólitískt heldur bara persónulega sko þannig að þetta er svona eiginlega sambland af þessum þremur punktum sko þannig hérna þannig ég held að það sé, já, það er hérna og stærsti punkturinn er kona mín vegna þess að hérna vegna þess að ég hef ekkert alltaf verið góður eiginmaður sko þú veist og hérna og eiginlega alveg ótrúlegt hún sé ekki löngu skilja með mig það er bara þannig hérna en það hefur líka verið gefandi og hérna og svona að ná að þroskast inn í það að geta verið í sambandi og sambúð án þess ekki bara á nafninu til heldur líka á dýptina sko Já. Og hún er líka svo sem að hérna ég meina ég er svolítið svona ég er alltaf með fullt af járnum í eldinum og ég er hérna og ég á það til að sökka mig bara inn í einhverja maníu og ekki kannski maníu heldur bara svona þú veist vera að hugsa bara það sem ég er að vinna í og gleyma mér og þá er hún líka svo sem að svona réttir það af sko og segir, heyrðu, nú er bara þú veist, nú þarfst þú bara aðeins að fara að kúplað út sko og þá hérna, þá verð ég svona smá eitthvað svona grumpy sko en svo anda ég djúpt og svo svo ger ég það sem hún segir og þú veist og þá skilur þú þannig að hún er bara akkerið mitt sko. Og við erum vel upp mótið þér einhvern. Já, hún er ekkert neð, þú veist, ég er svolítið fyririldi sko og hérna hún er
Sko, ég held þetta sé eiginlega bara svona, ég bara svona flugdrykkju og ef hún myndi ekki halda í hann þá væri ég bara ekki stöð út í vindinum, sko. Það bara, þú veist, þannig að það alveg og það mjög og það hefur bara áunnist og það hefur bara verið, við höfum bara verið að svona byggja það upp, sko. Og það hefur alveg verið, það hefur verið þolinmæði hennar hálfu en ekki minni. Já. Svo við séum bara alveg heiðarleg með það. Já, þannig að byrja að hrósa henni bara. Já, ég held að það ekkert í fyrsta lagi held ég sé ekkert alltaf auðvelt að búa með stjórnmálamanni og ég held að ofanálag hafi ekkert alltaf verið auðvelt að búa með mér sem einstaklingi, sko. Hver uppáhalds tilvinninu þín og af hverju? Það er Eleanor Roosevelt, forsetafrú Bandaríkjanna, sem var einu sinni forsetafrú Bandaríkjanna. Og þetta tilvitnun sem að ég búin að sagði sjálfur mér í upphafi kjörtímabilsins og búin að tönnlast á henni og ef að ég hef haldið að það væri ég væri eitthvað að fara út á braut, sko, þá hef ég alltaf hugsað þetta og það do what you feel in your heart to be right because you will be criticized anyway. Fylgdu hjartanu, gerðu það sem þér finnst vera rétt í hjartanu af því að þú verður alltaf gagnrýndur hvað sem þú gerir, sko. Og og þetta þú veist, þetta það sem að ég hef þetta svona bara þetta það sem ég segi mér, sko. Já. Það bara á hverjum degi að og alveg mögnuð kona þessi kona þegar hún var forsetafrú, hún var ofboðslega félagslega þenkjandi, maðurinn hennar var svona aðeins hægra megin, sko, og forsetinn og hún var hún var svona félagslega þenkjandi og þetta finnst mér bara vera og þetta svo góður boðskapur, sko, af því að við erum alltaf að hugsa alla daga allt sem allir öðrum finnst okkur og það alveg sama, þú veist, bara þegar þú ert að velja viðmælendur í þennan þátt, það alveg sama hvern þú tekur, menn mun alltaf segja akkur tókst ekki hinn, skilurðu, þú veist, þetta bara þetta í öllu, en það skiptir engu máli ef þú bara finnur að þú ert að gera rétt, sko. Þannig að þetta bara þetta finnst mér allir eftir að hafa leiðalust. Ég algjörlega sammála. Og ég held að forsetinn Roosevelt, það hefur verið með, sko, it's not the critic who counts, held ég. Og þá hann að tala, sko, það var rosa langt kvót, en þetta mjög hrifin að því. En það var einhvern veginn, sko, það ekki gagnrýnandi sem telur, heldur það einstaklingur sem hann að verja blóð, svita og tár inn í fucking boxringnum, skilmingaþrællin, skilurðu mig. Þetta eitt geggjaðasta kvót líka. Já, mér finnst það rosalega, ég væri eiginlega bara að muna það, sko. Og já, ég kann það ekki utan bókar, sko. En í rauninni að þessi gaur sem inn að verja blóð, svita og tár, það hann sem að gera hlutin sem skiptir máli og og það ekki að taka marka á rauninni gagnrýndanum sem, og þessum fólk sem gagnrýnir aðra, vertu í þeim sporum, sko. Farðu í þessi spor og gerðu það sem aðalinn að gera og sjáum hvort það gagnrýnir á, skilur. Þannig að það ekki gagnrýnd sem telur, það gaurinn sem að þorir að gera mistök, vera hugrakkur, að skilmast, skilur. Það þessi gaur sem telur, sko. Og það bara, þú veist, og þessi fóstahjón held ég hafi verið eitthvað mögnuðustu í sögum Bandaríkjanna og að þetta svo hárrétt bara út frá, ekki bara frá manneskjunni, ekki bara út frá samfélaginu, heldur líka út frá stjórnmálinu, sko. En leið gagnrýnin mikilvæg, skilurðu, og kritikinn, og hún hjálpar okkur að, þú veist, að móta samfélagið svo við viljum, sko. Algjörlega. En af nákvæmlega sama meiði, sko. Það bara, þú veist, þetta er ég algjörlega sammálaður. Já, ég held að sé bara, eins og þú segir, það sama hvað þú gerir, þú verður alltaf gagnrýndur, þannig að bara lengi sem þú ert að fylgja hjartanum, þá ert þú bara öruggum með hárta þinn sannleikur og bara það sem þú telur rétt fyrir þig og þá skiptir það ekki að miklu máli, en auðvitað þá eins og þú segir að vera opinn fyrir einhverjum gagnrýnsröddum, hvað maður að fara ef maður með ranga skoðanir, ef maður að fara einhverja vits á leið, ef maður þú veist, auðvitað vera maður opinn fyrir því, en síðan bara, þú veist, en tekur þú ákvörðun, sko. Já, og líka, þú veist, ég held líka þú getur líka bara valið, það einhver aðalega í lífinu sem skiptir virkilega mála að fá álit frá, skilur mig.
en þú veist, það skiptir ekki öllu máli eitthvað, kommenta á Twitter eitthvað svoleiðis, skilur mig, það á ekki að skipta máli en auðvitað átt að geta haft eitthvað fólk í kringu sem ekki jáfólk og getur sagt þér nákvæmlega svo hlutinir eru en maður kannski bara velja hvaða fólk maður á að taka markandi og hvaða álit, hvaða fólk skiptir mann máli. Og það mjög mikilvægt að hafa svoleiðis fólk í kringu sig, í öllu sem maður er að gera að, þú veist, alveg sama hvar þú ert að vera með einhverja sem þú getur sem eru það góði vinnumanns að þeir segja ekki bara já sko. Já, af því þeir vilja þeir fyrir bestu. Þeir vilja þeir fyrir bestu, skilur. Og svo bara ef þú ert með nokkra svoleiðis sem eru að segja þér, þá, og enginn þeir hefur 100% rétt fyrir sér, en það hjálpar mann að taka ákvörðunina og elta sjálfa sig, af því að þú veist að það er hérna, þannig ég er algjörlega sammálaður sko. Já, maður er með fullt af blindur hliðum og þú veist, maður fær einhverja vísbendingar hjá það, en síðan að þetta er það bara manns eigin ákvörðun. Og það er, þú veist, og það er hérna, og það held ég sé bara, ég meina, og það er það sem að þú líka vinnur og svo vinnur þér traust einhverja einstaklinga og getur farið að treysta þeim fyrir að geta borið undir á hluti og þetta held ég sé eitthvað sem að bara allir í lífinu ætti að reyna að gera sko. Það er að reyna að eiga einhverja, ég veit að við erum öll að taka, við tökum sko skriljón ákvarðanir á hverjum degi, sumar eru mikilvægar en aðrar sko og hérna, og þegar við erum að taka ákvarðanir að leið og við segjum við viljum fylgja hjartanu, þá er svo mikilvægt að hafa einhverja með sér sem að hjálpa manni að segja, heyrðu, ég held sko, jú, ef þú fylgir hjartanu þangað þá ferðu bara, þú veist, þetta er bara dead end þessi vegur, sko. Þannig að, hérna, og kannski veit hann það, og þá, já, ok, já, heyrðu, ég er ekki að fara þangað, því að, skilur, þetta er alveg flókið, sko, og betur svo auga, sko. Já, nákvæmlega. Það er, hérna, og það eigum við að gera, og ég hef, þú veist, alltaf gert það, og gert það í meira mæli núna, þú veist, að mér finnst mjög gott til dæmis sem ég einhvern hóp sem ég treysti, bara, hérna, og maður er að velta fyrir sér einhverju máli eða eitthvað að segja, heyrðu, hérna, hvað heldur þið að vera besta lendingin í þessu máli? Svo tekur ykkur að 4-5, þú veist, bara, og þeir svona rökrað og helst ólík sjónarmið og þá oft, skilurðu, þá oft verður niðurstaðan rosalega góð, sko. Já, nákvæmlega. Þú veist, af því að þetta er, og þannig þess að sé, krítikin er nauðsynleg, sko. Af því að hún hjálpar okkur líka að taka ákvarðanir sem að, hérna, eru þá betri og réttari ekki bara í stjórnmálum, heldur líka fyrir okkur sjálf sko. Já, nákvæmlega. Það er hérna, þú veist að því við höfum tilhneigingu til þess að hérna, gera þetta ekki og þetta er hlutað því að ég var að tala um að, hérna, að það er svo mikil hætta á að festast einhvern veginn lokaður í sinni búblu að hluta af því þegar þú byrjar að festast þar og bara í lífinu sjálfu að þá hættir að hlusta á þetta utanakomandi, skilur og það er það sem kona mín gerir alltaf þegar ég er að festast inn í búblunni minni og er í rauninni bara á leiðinni niður sem einstaklingur, sko. Ég fatta það ekki alltaf, en hún fattar það, skilur þú veist, og vini mín, þú veist, og þetta skiptir svo miklu máli, ef þú tengir hvað ég er að fara, sko. Já, algjörlega. Þannig og þetta er eitthvað sem mér finnst bara, þú veist, ætti að vera bara grundvöllur undir einhverju félagskennslu eða tjáningarkennslu eða eitthvað í lífsleikni, sko, þú veist, að það er þessi dýnamík á milli einstaklinga og geta átt einhverja einstaklinga sem að þú getur borið skrefið þín í lífin undir úr ólíkum áttum, ekki bara einhver einni átt þá er hættan og tósist þangað sko. Þannig að hérna og þetta er bara þetta finnst mér mjög, öll svona stúdía finnst mér mjög skemmtileg sko. Algjörlega, og ég er algjörlega sammálaður sko. Hvaða nýja trú venjaða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Það hefur hérna undanfarin ár, það hefur hérna, mér finnst fyrir einhverjum árum síðan að þá gaf ég mér aldrei tíma svona einhvern veginn til þess að hérna svona einhvern veginn að reyna að hreinsa hausinn og kjarna hausinn sko og það er hérna, ég get alveg sagt þér það að það að fara í svett einu sinni helst bara hálfsmánaðarlega eða eitthvað, þú veist, ég hef ekki getað núna í COVID-inu þegar mér á boði fyrst, af því það er svona ég veit ekki hvort allir vita hvað svett er sko. Þetta er, þú veist, þú ert inn í þetta kemur frá Indjánunum það er svona tjald sem að hérna, eru borðnir steinar inn í síðan er farið með möndrur, menn syngja þú ert að kjarna þig, það er tekið samtalarn inni, þetta hreinsar í svakalegum hita, þetta hreinsar hausinn, þetta er svona
þú veist, þetta svona þetta svona trúarleg athöfn en samt ekki, sko, og og þarna hef ég svona, það að vinna svona í svo andlega, sko, og þú veist, ég bara, þetta hefur gefið mér mjög mikið, sko, og mér finnst þetta mjög, ég var með mjög svona skrýtna tilfinninga þegar ég fór í þetta fyrst og var boðið að mæta og ég sagði, hvað ég, þú veist, út í hvað ég að fara sko, og fannst þetta allt skrítið, sko, fyrst var verið að lesa upp Buffalo Inn og svona, þetta Indiána, sko, og verið að brenna tóbak og svona, og svo bara eftir þetta þá fann ég hvernig hausinn hreinsaðist, sko, og það held ég að sé, þú veist, það sem ég tek út úr þessu að ég held, og kannski stundum við kallmennirnir erum svolítið svona að fara þetta á hnefanum, að ég held að sé gott fyrir okkur að taka, þú veist, við þurfum að fara inn í andlega þáttin okkar meira, og hvort sem við notum einhverja svona leið til þess, jóga eða bara, þú veist, samtal eða skilur við þurfum einhvern veginn að ná að byrgi ekki inn í okkur alla þessar neikvæðu orku og þessar hugsanirna sem ofta eru, að þau hugurinn manns mesti styrkleiki, en getur líka verið óvinnum mann, sko, og það það sem að ég hef svona verið að læra og gefa mér mikið, og það eitthvað sem að mér langar til þess að taka þess áfram, en ég var í hópi þeirra Íslendinga sem að sem var svona svolítið hvaða vitleysa þetta allt, þetta andlega og yfirnáttúrulega bara, þetta bara vitleysa og þú veist, þannig að ég hef búin að éta það hressilónum mig. Já, svettmann, ég fór í fyrst skipti í þetta í sumar. Þetta var alveg í Hvalfirðinum. Já, í Hvammsvík. Ekki á Tolla heldur, en það heitir... Í Hvammsvík? Já, ég man ekki hvað hann heitir, hann sem var með þetta. Það kemur ekkert seinna, en þetta var alveg... Þetta var alveg, sko, þetta var bara rosa, sko, áhugaverð upplifun, sko, að maður skrifaði hvað með það, hvað maður vildi fá úr upplifunni, sko, og setti tóbak inn í það og bindið eitthvað pappír, tók það með sér inn í tjaldið, náttúrulega ógeðslega heitt tjald, sko, þannig að maður svona bæði og síðan var hann bara að syngja og segja frá einhverju krefjandi og segja frá draumunum sínum, og mér fannst þetta alveg yndislegt, það var, sko... Þú getur ekkert annað að hreinsa hausinn að nefna, þú veist, og þetta var líka erfitt, sko, því einhvern tíma var ég bara sleikandi í moldina, sko, mér þurfti svo mikið að komast út, sko, og tekur ógeðslega langan tíma síðan, bara matur hana eftir og sem náttúrulega bara, ekki, smakast ekki betri matur, sko, bara eitthvað súpa og eitthvað vansýtt, sko, þannig að ég hef klálega að gera þetta aftur, sko. Ég hef stundum sagt að mér finnst að því að mér finnst lífið vera þannig að ég alltaf að spila, sko, slönguspilið. Það klárast aldrei, maður fer upp, stundum lendur maður á stiga og fer upp í nokkra leiti, stundum lendur maður á slöngu og fer niður nokkra leiti, þú veist, og mér finnst mér finnst spilið orðið bara fullt af slöngum, þá þarf ég að fara í svett, þess að þá einhvern veginn hverfa slöngunar úr spilinu, og það þetta andlega, sko, skilur við, þá ertu að, þú veist, þá ert að ná að hreinsa þig einhvern veginn, sko, og kjarna hausinn, sko, og ég hefði, sko, aldrei talað svona fyrir einhvern 6 árum, sko, vegna þess að, þú veist, þetta var bara, þú veist, ég hafði bara talsverða fordóma gagnvart fólki sem var í einhverju svona yfirnáttúrulega, sko, mér fannst þetta bara vera eitthvað, þetta bara, hvað að fólki, sko, en þetta, en þetta þú veist, og fólk þarf að reyna að finna hvað það sem getur hjálpað þér að gera þetta, sko, af því að ég trúi því, sko. Fyrst að, ég trúi því, þegar þú ferði í, að allir, alveg sama hversu harðan skráp og brynju þeir eru með og skiluru sterka ásýnd út á við erum öll innst inni, þú veist, við fætumst öll bara lítil saklaus börn og við erum öll innst inni alveg ótrúlega mjúk og meir, sko, og við þurfum að leyfa okkur að fara þangað og sækja það og við þurfum að finna leiðina til þess, sko, af því að þá skapast svo mikið velíðan, sko, þannig og það er bara misjant hvað hendar hverjum og einum, sko. Algjörlega, hver fyrir sig að finna hvað hendar sér. Já, það þú veist, og það en við þurfum einhvern veginn að íta undir það, fólk gerir það, skilur. Algjörlega. Þú veist, þeir eru, ég meina sumir sem eru kannski óvirkir alkohólistar, þeir eru meitt á AA-fundi, skilur. Já, nákvæmlega. En aðrir, þú veist, það er misjant hvað getur og alls ekki blekkja okkur með því að
sko, ef það hefur ekki gerst eitthvað svakalega mikið fyrir okkur þá þurfum við ekki að gera þetta, fattaru vegna þess að ég held að þetta sé bara hollt fyrir alla að gera Já, algjörlega og nú ég fann að hljóma bara svo ég sé að markasetja svona Já Við erum að fá Sónu að fá Svetti sem spons Herðu, ímyndaði þér að var ekki hægt að dæma þig og geti þess að frá einnig skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsal öðrum hver væri svo óvinsala skoðun? Sko, nú eru 4 dagar í kosningar og ef að ég ætti 1 pass þá myndi ég setja það við þessari spurningu að svo stöddu. Já, ég bara, sko, vanlega myndi ég pressa þig og hlusta eins og leyfa þér að tala og reyna að veða eitthvað upp úr, sko, en ég skilði þig bara rosalega vel, sko. Já, mikið og ég vil vera hreinskilin og allt, sko, að þá við skulum, ég fæ að passa þessa. Já, það bara minnstamálega og fullur skilningur fyrir því. Ef þú mættir einungis koma einu skilaboði á framfæri út lífið til annar einstaklinga, hver væri svo skilaboð? Bara verið þið sjálf, sko. Það bara, þú veist, það ekki láta neina aðra segja þér hvað þú vilt í lífinu, vertu þú sjálfur, eltu það og það getur stundum verið erfitt og alltaf erfitt að vegna þess að það hvort sem gagnvart sjálfumann eða ytri aðstæðum, þú getur ekki alltaf gert 100% allt sem þú vilt, sko, en bara reyna eftir mesta megni að elta hjarta og vera maður sjálfur, af því það skapar mestu af velíðunina og ég trúi því núna að það sé það sem þú munir horfa til þegar þú liggur banaleguna. Var ég sjálfur í lífinu, sko. Þannig að það bara, þú veist, þetta bara, minnst þetta bara vera mjög, skýrt, sko. Algjörlega, mér finnst þetta bara súmera spjallið vel upp, sko. Bara vera að finna sig sjálfan eða vera maður sjálfur, elta það sem hjartamanns segja mann að gera, fylgja ástríðinu sinni, þóra því, berskjálda sig. Það bara, ég held að, þú veist, og það bara ótrúlega styrkur í því og bara hvetja fólk til þess að fara í það ferðalag, sko. Og já, það ekki alltaf auðveldustu ákvarðanirnar sem eru bestu ákvarðanirnar. Já. Það er líka þannig, sko. Já, það ekki bara þessi þægilegustu auðveldustu, það rauninni þessi óþægilegu. Núleiðin ekki alltaf best, sko. Já. Það þú veist, en þetta verkefnið, sko. Þetta hið eiginlega verkefni og ef að þú ert fókuseraður á það, þá skapar bara meiri velíðan með sjálfur. Þá líður þið betur og þá allt í einu fara hlutirnir að ganga líka betur, sko. Þú veist, þetta er þannig já, bara elta hjartað. Elta hjartað og þá finnur við líka færistu nær hlutverkinu sem alltaf getur breyst og allt svona og þá myndast líka einhver ástríða sem fylgir því og þá skarar þið fram úr í þínu eigin lífi. Já, og þá getur þú stuðlað einhver til samfélagsins, þú veist, eins og ef allir gera þetta, ef allir ná að byrja þessa vegferð og sjá bara því þetta er bara vegferð út lífið sem það þannig. Sko. Og leið og þú leitar að sjálfu þér að hugsa þá í þínu nánasta umhverfi ég ekki örugglega hvetja alla sem að ég að hafa áhrif á hvort sem eru foreldrar, makar, börn, vinir til þess að gera það líka ég nokkuð sá sem að toga einstaklingin skiluru út úr því sem hann vil vera í, þú veist, og þetta finnst mér líka spennandi núna þegar maður með úlingstelpur, sko, og verkefni þar að ekki að láta þær verða eitthvað sem ég vil verða, skiluru, eða ég vil að þær verði, þær eiga að verða eitthvað sem þær vilja verða, þær eiga að elta lífið í þær áttir sem þær vilja og maður hefur stundum tilhneigingu til þess að ákveða eitthvað fyrir eitthvað og það megum við aldrei gera heldur, sko. Þú veist, það við eigum að vera til staðar og segja fólki frá hvað við teljum að sé hvað áhrif ákvarðanirnar geti haft en ekki reyna að tosa þá að því að við viljum að við komum til að gera eitthvað annað, skiljum hvað að fara þá hann ekki að skapa sína velíðan, sko. Þá erum við að ræna hann af því að skapa sitt eigin hlutverk. Þú veist, og það hinn nángin, sko. Að því að leið og við erum að reyna að elta okkur sjálf, þá fullt af fólki sem kannski að tosa í það, sko. Við mögum heldur ekki verða það fólk, í lífi annars fólk, sko. Nákvæmlega. Þannig að þetta Vera þú sjálfur og hjálpa öðrum að vera þú sjálfur. Já, ég held það svolítið. Og þá kemur þetta allt saman. Þá verður þetta líf bara fínt, sko. Algjörlega. Herðu, Ásmundur,
Takk kærlega fyrir bara innihaldsríkt og gott spjall og fyrir að gefa þér tíma og ég bara óska þér góðs gengis í kosningun og bara gaman að fá að spjalla og að merkja eins hvaða innri mann þú hefur að geyma og hvað býr í þér. Þannig takk kærlega. Takk fyrir mig, bara gaman að koma.